Eiríkur Bergmann Einarsson kominn hérna. Sæll vertu, þú ert að skrifa bók sem bara alveg nýkomin út úr prentsmiðjunni og fer í bókabúðir núna í vikunni. Sjálfstæð þjóð, trylltur skríll og landráða líður. Já. En kannski best að spyrja þig bara fyrst út úr. Þetta ansi góð kápa, finnst mér. Þetta fjallkonan sjálf og hérna, en hvað þú ert að fara með þessari fyrirsögn? Já, undirtitillinn nú fenginn úr forsíðum annars vegar Þjóðviljans og hins vegar Morgunblaðsins 31. mars 1949, daginn eftir átökin á Austurvelli eftir að aðildin að NATO var samþykkt. Þá sagði í stríðsfyrirsögn í Þjóðviljanum að hvernig var þetta nú aftur? Landráðin framinn í skjóli ofbeldis og villimannslegra árása á friðsama alþýðu. Já. Morgunblaðið hins vegar tók aðeins annan pól í hæðina og fyrirsögnin þar sem var líka í stríðsletri var trylltur skríll ræðst á Alþingi. Þannig að þarna voru tvær algjörlega gagnstæðar heimsmyndir í sjálfu sér sem að laust þarna saman. En það sem merkilegt við þá deilu að báðir hóparnir leituðu í sjálfstæðisbaráttuna og þjóðernið fyrir sínum málflutningi og það finnst mér þetta svolítið tákgrænt fyrir þessa umræðu. En þú ert að fjalla þjóðernið og þjóðernisstefnu eins og hún hefur birst í stjórnmálum og á Íslandi og nokkuð langt aftur í tíman og þú ferð alveg aftur í þessar goðsagnir Ísland sem eru búnar til hérna á fyrirhluta 20. aldarinnar af þeim spekingum sem þá voru uppi. Já, ég rauninni greini bara þessa grundvallar hugmynd sem var til í íslensku stjórnmálum í sjálfstæðisbaráttunni á sínum tíma, þessi hugmyndin þjóðina og fullveldi hennar sem að tók ríflega 100 ár, með 130 ár eða eitthvað slíku tími sem það tekur að búa þessa hugmynd til. Þetta mjög langur tími. Já. Frá 1829 í rauninni og svo fram til þess þegar að lýðveldið stofnað á Þingvöllum. Yfir allan þennan tíma búin til mjög sterk grundvallarhugmynd í stjórnmálum sem að öll pólitík á Íslandi hefur gengið eftir síðan. Og ég tek í rauninni þennan grundvöll sem þarna hafa búin til, þennan hugmyndagrunn sem að liggur undir Íslenska ríkinu og sem sé máta hann við eiginlega allar deilur sem að hér hafa farið fram alþjóðatengsl. Byrja á því að taka umræðina í aðdraganda Atlantshafsbandalagsins, þar sem að var alveg óhemjuhörð, þar sem að landráða brigslin fuku stöðugt og menn slóust á götum úti og svo flyst þetta yfir í deiluna EFTA, EES, Evrópusambandsaðildina og svo loks seinasta lotan sem ég tek sérstaklega fyrir deilan aðkomu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og svo Icesave málið við Breta og Hollendinga og það sem merkilegt hvernig þessi goðsögn sem Íslandssöguna sem var búin til í sjálfstæðisbaráttunni. Flest ríki eiga einhvers konar goðsögn. Mörg ríki hvíla á goðsögnum sögu sína. Og mikið af þeim búið til verða til á 19. öld. Það eiginlega hinn stóra goðsagnafabrika. Nákvæmlega. Rómantíski tíminn og upp úr því. Og við byggum til okkar goðsögn sem að Jón Jónsson Aðils kannski formaði fremur en margir aðrir. Skiptir Íslandssögunni yfir í gullöld á þjóðveldistímanum. Svo hafi verið gerður óráðsamningur við Noregskonung og þá hafi hafið hnignunartímabil sem að varði alltaf því að Ísland fellur undir danskt einveldi á 17. öldinni og þá taki við niðurlægingatímabil en síðan sé eins og brái af þjóðinni á 19. öldinni þegar að vísir menn vakna til vitundar mikilvægi sögunar og þessara sterku þjóðar sem að sé einstök og hafi algjörlega sérstakt erindi í veröldinni og þá hefjist í rauninni nýtt endurreisn og nýtt 1000 ára ríki taki við. Slík, svona goðsögn er mjög algeng víða í kringum okkur. Það sem sérstakt við okkar goðsögn
þessi ofboðslega áhersla á fullveldið og sjálfstæðið og hvaða merkingu það í rauninni felur í sér og Íslendingar sameinast allir hugmyndina fullveldið þó að sé í rauninni aldrei rætt hvað það feli í sér. Þetta svipað á Bandaríkjamenn sem hafa sameinast hugmyndina frelsi þó það sé í sjálfu sér ekkert verið að ræða það hvað frelsi í sjálfu sér merkir. En það sem er athyglisvert hvernig þessar hugmyndir, 19. aldar hugmyndir, ferðast í gegnum áratugina og stjórnmálaumræðuna á Íslandi. Allir stjórnmálaflokkar sækja í þetta og menn nota þetta algjörlega markvisst. Og þú nefnir nú reynda tvo menn þarna, bæði Jónas frá Hriflu og svo alveg yfir í Ólaf Ragnar Grímsson. Já, í rauninni varðandi goðsögnina þá má segja það að það séu 3 fræðimenn, öðrum fremur, sem hafa haldið þessari goðsögn á lofti og það Jón Jónsson Aðils sem bjó hana til, Jónas frá Hriflu sem var nú skólamaður og skrifaði Íslandssögu fyrir grunnskólabörn sem var kennt íslenskum börnum hér í 40 ár, það lásuðu þetta allir og hvíldi á goðsögn Jón Jónssonar Aðils og svo tekur rauninni Ólafur Ragnar Grímsson við boltanum, prófessor í stjórnmálafræði og forseti og flytur þessa goðsögn í rauninni áfram á uppgangstímanum. Já, en sko... Þessi menn eru náttúrulega, ég týni þá til, en þeir eru bara fulltrúar fyrir miklu stærri hóp. Já, þeir eru svona vörður á leiðinni, en náttúrulega sko í þessu birti sumstaðar náttúrulega svo hugmynd að Íslendingar séu einhvers konar yfirburðaþjóð. Já, það sem einkennið varðandi hina pólitísku hugmynd fullveldið á Íslandi, það hugmyndin sérstöðuna og það stutt frá hugmyndinni sérstöðuna yfir í einhvers konar yfirburðar hugmynd. Og í rauninni má segja að það hafi verið nauðsynlegu þáttur á 19. öldinni þegar menn að forma hugmyndum einhvers konar sjálfsforræði á Íslandi að eiga svona goðsögn, svona hugmynd. Þannig að þetta sé, þegar að menn eru hérna í moldakofunum og það allt í dróma og þá gengur hugmyndin út á þetta þarf nú kannski ekki að vera svona. Hér voru hetjur sem að riðum héruð, hér var stórveldi og það hægt að endurreisa það. En síðan á uppgangstímanum í aðdraganda í bólunni á síðasta áratug að þá fer þetta algjörlega úr böndunum og þá fara menn sér í lagi í viðskiptalífinu að skrifa skýrslur þar sem lagt til að Íslendingar eigi að hætta að bera sig saman við Norðurlöndin því að við stöndum þeim mun framar og menn leita skýringa á þessum yfirburðum og eðliseiginleikum íslensku þjóðarinnar oft í náttúruna og það verður rauninni til kenning yfirburðakynið sem að hafi búið á þessari eyju í gegnum allar þessar aldir en það hafi verið haldið aftur af þessari þjóð vegna legu landsins, fámennisins og takmarkana á möguleikum í að láta að sig kveða. Svo þegar að þessum hömlum aflétt og með alþjóðahagkerfinu, með alþjóðafjármálakerfinu og svo framvegis, að þá rísi þessi sérstaka, merkilega yfirburðaþjóð upp og það sé eiginlega náttúruleg skýring á því að hún muni verða til forystu í veröldinni. En síðan hrundi náttúrulega þessi mynd yfir okkur eins og við þekkjum, en hugmyndin hvarf ekki, hún lifði algjörlega í gegnum hrunið og lifir enn. Og lifir hún ennþá? Já, hún bara myndin snerist við í staðinn fyrir að vera yfirburðaþjóð sem væri að sigra heiminn, þá breyttist hún á einu augabragði yfir í hið saklausa fórnarlamb sem hafði orðið fyrir illum ásetningi útlendingar sem hafði brugðið fæti fyrir þjóðina og það sikkvort hliðin á sama pening því að í sjálfstæðisbaráttunni, hugmyndin þjóðina, fullveldið og allt það, hún hafði tvenns konar í rauninni markmið. Fyrra markmiðið var bara nútímavæðing. Sem sé, ef þú lest Fjölni og Ný félagsrit, þá voru menn fyrst og fremst að tala að fólk ætti helst að busta í sér tennurnar og ætti að reyna kannski að reisa hús og svona passa upp á í hverju það gengi.
og þú veist að fólk hefði skó og svona. Þetta er fyrst og fremst slíkir hlutir og fullveldishugmyndin notuð til þess að nútímavæða landið, reyna að fá fólk til þess að lyfta þessu svolítið upp. En það var bara, tækið til þess var sjálfstæðið og fullveldið. Og þannig að hugmyndin endurreisnina, að fara af stað aftur, var hugmynd þátttöku í alþjóðlegu samfélagi. En síðan tækið til þess sjálfstæðið og fullveldið og þessi togstreita sem á milli þessara tveggja, óskarinnar nútímavæðingu og þráina sjálfstæðið, hún togast stöðugt á, alveg endalaust í íslensku stjórnmálum og skýrir ennþá munin í deilunum.